Knattspyrnumaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson segist hafa verið langt niðri á meðan hann var í farbanni í Bretlandi vegna ásakana kynferðisbrot. Hann hafi komist á réttan kjöl en hann vill ekkert ræða ásakanirnar. Fyrrverandi bæjarfulltrúi Miðflokksins í Árborg sakar fjárfesti að hafa reynt að múta sér. Núverandi bæjarfulltrúi segir þetta alvarlegt mál sem þurfi að ræða í bæjarstjórn. Forsvarsmenn ýmissa fyrirtækja skoða stöðu sína gagnvart skipafélögunum Eimskipi og Samskipum. Viðskiptaráðherra segist ekki geta tjáð sig samráð félaganna á meðan það sé á borði áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Leikföng fyrir fullorðna njóta sífellt meiri vinsælda og fjórðungur leikfanga í Bandaríkjunum ætlaður fullorðnum. Dúkkur í líki þekktrar kappaksturshetju seljast í bílförmum í Hollandi. Gamalgróin bar af Hótel Sögu í Reykjavík hefur fengið nýtt líf í Vestmannaeyjum. Eigendur segja hann smellpassa inn í kúluhúsið, gömlu kjörbúðina í eyju. Gott kvöld. Gylfi Þór Sigurðsson, knattspyrnumaður, segir andlega líðan sína hafa verið mjög slæma á meðan hann var í farbanni vegna ásakana kynferðisbrot. Hann segist enn fá gæsahúð við að minnast þess þegar banninu var aflétt. Gylfi Þór orðinn leikmaður danska liðsins Lyngby. Hann hefur ekki sést á knattspyrnuvellinum frá 2021. Sem kunnugt var hann handtekinn í júlí það ár, grunaður kynferðisbrot gegn einstaklingi undir lögaldri og settur í farbann. Bara gríðarlega erfitt. Eiginlega ekkert hægt að lýsa því hversu erfiður þessi tími hefur verið. Þessi 2 ár sem ég var í Bretlandi og mátti ekkert fara heim eða neitt. Þannig að andlega hliðin var mjög langt niðri. Það var mjög erfitt að vinna sig í gegnum þetta en bara með hjálp fólks í kringum mig og fagaðila sem ég fékk hjálp hjá, þá ég kominn á mjög góðan stað í dag en ég verð að viðurkenna að þetta var bara gríðarlega erfitt. Hann hafði farið í mikla sjálfsvinnu sem standi enn yfir. En já, það er bara, eins og segja, fagaðilar og þetta fjölskyldan í kringum hann og síðan maður það heppinn að maður með litla 2 ára dóttur sem hélt manni mjög uppteknum fyrstu 2 árin og hún hélt manni gangandi. Gylfi Þór segir hann hafi talið að ferlinu væri lokið, líkurnar á því væri meiri en minni og áhuginn farinn. Það hafi síðan breyst. Svona lýsir hann tilfinningunni þegar hann frétti að málið hefur verið fellt niður og farbanni aflétt. Ég er bara að fá gæsahúð núna. Það er bara þvílík hamingja og bara mikill léttir. Náttúrulega svakalegur tími, 2 ár. Það erfiðasta var bara að vita ekki hvort þetta væri búið eftir viku eða mánuð eða 12 mánuð eða 5 ár. Það er svona óvissan það erfiðasta sem maður er að díla við. En þetta er bara gríðarlegur léttir og tók mann alveg nokkra daga svona algjörlega að taka það inn og átta sig á það að maður var bara komin í venjulegt líf. Magnús Geir, þú settist niður með Gylfa fyrr í dag. Það hefur aldrei verið upplýst það í hverju ásakanirnar fólust og Gylfi vildi í viðtalinu ekkert ræða neitt því tengt. Af hverju ekki? Þetta er fyrsta sjónvarpsviðtalið sem Gylfi veitir eftir að Magnús kom upp fyrir 2 árum og þess hafði verið beðið með nokkurri eftirvæntingu. En það lá ljóst fyrir þegar við settumst niður með Gylfa að hann gæti ekki tjáð sig sakamálið eða efnisatriði þess. Og eins og segir, þá hefur aldrei verið upplýst ásakanirnar á hendur honum og svona málið var óvenjulegt því að á meðan rannsóknin stóð þá var nær ómögulegt að fá upplýsingar ganga rannsóknarinnar og núna þegar það er búið að fella málið niður þá er alls óvíst hvort þessi saga verði einhvern tímann sögð. En Gylfi opnaði sig í þessu viðtali meira en oft áður. Hann kveðst vera á réttri leið og segist hvorki bitur né reiður. Nei, alls ekki. Þetta er eitthvað sem maður myndi aldrei vilja lenda í. En staðan sem ég er í dag, náttúrulega mér líður frábærlega andlega. Finnst mér vera bara mjög góðu jafnvægi með sjálfan mig. Nei, ég líti ekkert tilbaka að vera eitthvað mjög reiður en það skila það sér mjög litlu en
ef ég væri ekki búinn að vinna í þessum hlutum kannski með sálfræðingum eða öðrum, þá kannski myndi ég finna fyrir mikilli reiði, en ég reynir frekar að líta á þessi 2 ár. Ég var með dóttur minni eiginlega á hverjum degi í 2 ár, tími sem ég hefði misst af vegna fótboltans, vegna ferðalaga og annarra hluta, þannig að ég er búinn að tengjast henni mikið meira en ég hefði gert ef ég verið á æfingum á hverjum degi. Þannig að svona, ég reyni að líta á þá hluti kannski sem jákvæða hluti í þessum erfiða tíma. Bæjarfulltrúi í Árborg segir bæjarstjórn verði að ræða meint mútumál í sveitarfélaginu og spyr hvort aðrir bæjarfulltrúar séu hugsanlega vanhæfir vegna tengsla við málið. Fyrrverandi bæjarfulltrúi Miðflokksins sakar fjárfesti að hafa boðið sér aðstoð fyrir pólitískan greiða. Heimildin greindi fyrst frá málinu. Þar sagði fyrrverandi bæjarfulltrúi Miðflokksins í Árborg, Tómas Ellert Tómasson, að Leó Árnason hefði gert sér tilboð aðstoð fyrir næstu kosningar ef fallið yrði frá kauptilboði í Landsbankahúsið á Selfossi. Þetta var í nóvember 2020. Leó er annar eigandi Sigtúns sem byggði meðal annars upp nýja miðbæinn á Selfossi. Nú hyggst fyrirtækið hefja umfangsmikla uppbyggingu á Landsbankareitnum. Í grunninn snýst málið þetta hús hérna. Árið 2020 bauð Sigtún á 400 milljónir króna í húsið en bærinn bauð ögn hærra. Bærinn aftur á móti féll frá kauptilboði sínu rétt áður en fundur Leós og Tómasar Ellert átti sér stað. Aftur á móti tilkynnti bæjarstjórn ekki að bærinn hefði fallið frá tilboði sínu áður en fundurinn átti sér stað og Tómas segist ekki hafa upplýst Leó það á fundinum sjálfum. Tómas Ellert tók þessa mynd á fundinum. Þar sést meðal annars að Leó og Tómas eiga að vera leiðandi í skipulagi heildarsvæðisins nærri Landsbankahúsinu sem á að rúma meðal annars 130 herbergja hótel, stækkun sundlaugasvæðis og uppkaup á lóðum gegnt Landsbankahúsinu. Þá segir enn fremur að kosningabarátta verði skipulögð svo sem skoðanakönnun, fjölmiðlaumfjöllun, ráðgjöf og kostnaður. Svo segir næst, sveitarfélagið Árborg falli frá kaupum og þar átt við Landsbankahúsið að sögn Tómasar sem lítur nú svo á 3 árum síðar að hér hafi verið gert tilraun til mútna, nokkuð sem Leó hafnar alfarið, en mútubrot varða alltaf 6 ára fangelsi. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Árborg vildi ekki tjá sig málið að svo komnum, en bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar sagði þetta. Já, mér finnst þetta náttúrulega mjög alvarlegt mál og ég er búinn að vera eins og örugglega margir í sveitarfélaginu mjög hugsi yfir þessu. Hvort að við séum virkilega á þeim stað að hér sé verið að reyna að bera fé á kjörna fulltrúa til að reyna að koma í gegn sínum málum. Í yfirlýsingu segir Leó Árnason út í hött að hann hafi reynt að kaupa Tómas til fíkilags við sig og bendir á að bæjarstjórn hafi fallið frá áformunum. Varðandi ráðgjöf fyrir kosningar segir þó Tómas Ellert vera félaga frá barnæsku. Þeir hafi unnið saman í kosningum og átt í reglulegum samskiptum þau mál síðast nú í sumar. Já, við hljótum náttúrulega þurfa að taka þetta upp á fundi bæjarráðs eða bæjarstjórnar og það hlýtur að þurfa að komast, við hljótum að þurfa að eiga eitthvað samtali þetta og hvort að það sé hætta því að einhverjir kjörnir fulltrúar sem nú sitja í bæjarstjórn og hafa hugsanlega einhverjar tengingar við Sigtún þróunarfélag, hvort að þeir hugsanlega séu ekki lengur hæfi til að gegna starfi sínu sem bæjarfulltrúar fyrir sveitarfélagið Árborg. Karlmaður lést við smalamennsku í Eyjafirði í gær. 3-leytið í gær var óskað eftir aðstoð björgunarsveita því að gangnamaður hafði slasast hátt upp í norðanverðum hlíðum Hagárdals langt fram í Eyjafirði. Mjög erfiðlega gekk að komast til hans en hann var látinn þegar komið var að honum. Björgunaraðgerðum lauk 11-leytið í gærkvöldi. Bernardo Arevalo, sem kjörinn var forseti Guatemala í síðasta mánuði, óttast að stjórnvöld reyni að koma í veg fyrir að hann sverji embættiseið í janúar. Stuðningsmenn hans krefjast afsagnar dómsmálaráðherrans og telja lýðræðið í hættu í landinu. Bernardo Arevalo hrósaði sér í kosningunum í síðasta mánuði, fékk 58% atkvæða. Í kosningabaráttunni hét hann að berjast gegn spillingu og auka félagslegt réttlæti. Í síðustu viku ákvað dómari að svipta flokksmenn hans þinghelgi. Yfirmaður kosningaeftirlit samtaka Ameríkuríkja segir aðgerðir dómskerfis Guatemala virðast miða því að koma í veg fyrir að Arevalo taki við forsetaembættinu. Estamos viendo un golpe de estado en curso en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma.
burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. Sandra Torres sem bauð sig fram gegn Arevalo hefur enn ekki viðurkennt úrslitin. Flokkur hennar hefur kært framkvæmd kosningana. Stuðningsmenn Arevalo hafa mótmælt, margir óttast lýðræðið í landinu. Vengo a que se nos respeten nuestros derechos y nuestra democracia. Por eso estoy aquí. Ya estamos cansados de tanto corrupto, de tantas injusticias, de que nos desangran el pueblo. Ya basta. En las urnas ya demostramos que sí podemos ganar. En las calles también lo vamos a lograr. Lilja Alfreðsdóttir, viðskiptaráðherra, segist ekki geta tjáð sig samráðsmál Eimskips og Samskipa á meðan málið sé á borði áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Fréttastofa hefur rætt við forsvarsmenn nokkurra fyrirtækja sem voru í miklum viðskiptum við skipafélögin á þeim tíma sem rannsókn Samkeppniseftirlitsins nær til. Svör þeirra eru nokkuð samhljóða, það að verið sé að skoða gögn málsins vandlega og kanna stöðu fyrirtækjanna gagnvart skipafélögunum. Landsvirkjun lét í sumar reisa 300 milljóna króna grjótvarnagirðingu til að verja Kárahnjúkastíflu og vegfarendur sem þar eiga leið Unnið var við krefjandi aðstæður í snarbröttum molnandi hnjúknum. Yfir Kárahnjúkastíflu gnæfir fremri Kárahnjúkur og úr honum grjóthrunn, enda hann úr móbergi og laus í sér. Á framkvæmdatíma var sett upp varnargirðing sem komin til ára sinna og hætta á að hnullungar geti fallið niður á veginn undir hnúknum. Í sumar hafa svissneskir verktakar unnið að nýrri öflugri grjótvarnagirðingu sem 130 metra löng og 6 metra há. Og ekki bara girðingunni sjálfri heldur líka eins konar steyftri grjótgildru við hana sem hægt að hreinsa úr. Í þessi varnarvirki fer talsvert af stáli, steypu og bergboltum og þau kosta 300 milljónir króna. Já, grjótvörnin hérna upp í fremri Kárahnjúk kostar skildingin, en hún á líka að verja verðmætt mannvirki, Kárahnjúkastíflu sjálfa og veginn yfir stífluna, en hann talsverð umferð enda vinsælt að koma og skoða Kárahnjúkavirkjun, stærstu virkjun landsins. Talsverður straumur ferðamanna svæðið. Vegurinn liggur meðal annars að fallegum náttúruperlum eins og Heitafossinum í Laugavalladal og tignarlegum gljúfrum Jökulsár á Dal. Unnið hefur verið við krefjandi aðstæður í mikilli hæð og bratta og í sumar hefur jafnvel snjóað á verktakana. Til verksins hafa verið notaðar sérhæfðar gröfur á eins konar kóngulóarfótum sem geta athafnað sig í brattanum. Í júlí húrraði ein þeirra niður úr hlíðinni með stjórnandan borð og hafnaði á gömlu girðingunni en gröfustjórinn slapp ómeiddur. Nú verkinu að ljúka og þarf að taka niður gömlu girðinguna og hreinsa burt efni og má búast við að vegurinn verði lokaður á meðan á því stendur. Eftirspurn eftir leikföngum fyrir fullorðna hefur aukist verulega frá heimsfaraldrinum. Meðal annars seljast dúkkur í líki þekktrar kappaksturshetju bílförmum í Hollandi. Fjórðungur leikfanga í Bandaríkjunum ætlaður fullorðnum. Dit is een groot deel van mijn leven geworden, ja. Gewoon even, als je van je werk afkomt, even de hond uitlaten, eten en dan heerlijk even een uurtje Lego bouwen, even koppie leegmaken. Helemaal top. Alex dvelur flest kvöld og helgar á háaloftinu að byggja úr Lego-kuppum og eyðir 100 evrum eða 14.000 krónum á mánuði í nýja kuppa. Sala á leikföngum hefur aukist meðal fullorðina frá heimsfaraldrinum sem þýðir að þeir eru tilbúnari til að eyða í leikföng fyrir börnin. Ik speel ook nog mee. Ik heb een heel kerstdorp bij elkaar. Ja. Dit zijn speciale dozen voor mij om neer te zetten in een kast of zo. Vind ik gewoon heel mooi. Þá seljast líka sem aldrei fyrir Pokémon-spjöld, púsl og jafnvel dúkkur í líki frægs fólks. Popcultuur gedreven verzamelfiguren, waaronder het figuur van Max Verstappen, wat afgelopen week bijvoorbeeld de hit was. Hoeveel? Bijna 2000 stuks in een paar dagen tijd. Debbie segir að nú séu 25% af vörum í leikfangabúðum í Bandaríkjunum búin til að fullorðnum fyrir fullorðna. In Nederland zijn we nog niet zo ver, maar we zien wel echt een groei. En als we dat vergelijken met een paar jaar geleden, ja, dan zien we dat gewoon meerdere malen verdubbelen als het ware. En þessi þróun hefur eina neikvæða hliðarverkun. Leikföng hafa hækkað mikið í verði sem þýðir að börn safna sér síður fyrir þeim sjálf. Het is wel voor steeds minder mensen, denk ik, bereikbaar. En dat vind ik heel jammer. Mörgum í minni ljúfar stundir við fjólubláa barinn á Hótel Sögu. Barinn var fluttur til Vestmannaeyja í vor og endurreistur í upprunalegri mynd. Ég var 17 ára fyrir að koma í fólkdrýmið árshátíð
Súlandssalnum. Það var mikil upplifun og Raggi Bjarni að spila og þetta var bara meira háttar því. Og það eiga margir tengingu við hennar bara þegar ekki? Ég held að flestir sem koma hingað hafa einhvern tímann staðið við barinn og pantað sér einn eða 2. Allavega tala allir það sko, það hafa síðan áður. Það rifjast upp gamla sögur? Já, og vel það. Það væri gaman ef hann getið talað. Ýmis fyrirmenni hafa staðið við barinn því fjöldi opinberra veisla var haldinn í Súlnasal þar sem hann stóð áður. Nú stendur hann keikur í Eyjum rúmlega 60 árum síðar. Barinn var opnaður verslunarmannahelgina í Kúluhúsinu sem áður var kaupfélagið Vöruval. Kom það aldrei annað til grein en að setja barinn upp í Eyjum? Nei, hann bara passaði hvergi nema hér. Við keyptum hann bara fyrir þetta hús. Það var bara keyptur hingað. Hvort var keypt fyrst, húsið eða barinn? Húsið, svo barinn. Þetta er bara antigripur. Algjörlega. Og við viljum ekki þrífa hann upp eða pússa hann eða gera neitt. Það sér á gömlu fólki þannig að það sér líka gömlum hlutum. Þannig að hann er bara orginal eins og hann var tekið niður á sögu. Það er bara partur af sjarmanum? Já. Dæmi að fólk tíni kynstrinu öll af bláberjum og hafi talsvert upp úr því að selja þau fyrirtækjum. Öflug berjatínslu-kona frá Eskifirði náði 300 kílóum í fyrra en býst ekki við eins miklu í ár enda hafi berin oft verið búsnari. Á leiðinni yfir Fagradal milli Egilsstaða og Reyðarfjarðar rákumst við á Mani Jongpet en hún flutti frá Tælandi til Íslands árið 2000, vinnur hjá Eskju á Eskifirði og ver öllum frístundum í berjalinginu þessa dagana. Í dag kannski 40 kíló. Allan dag, en cleaning, allan nótt. Það þarf nefnilega að drífa berin á markað. Hún selur þau fyrirtækinu Íslensk Hollusta sem hefur undanfarin ár keypt allt að 15 tonn af bláberjum af berjatínnslufólki. Greiddar eru allt að 2000 krónur fyrir kílóið af góðum, hreinsuðum aðalbláberjum. Berin fara í sultu, saft og þurrkað aðalbláberja duft. Arna í Bolungarvík hefur líka keypt ber úr brekkunum og notað í mjólkurvörur. Mani er líka duglega að nýta berin sjálf og er orðin skrautlega á puttunum eftir daginn. Blue, blá, bara allir ég bara cleaning, bara sitona, you know. Sitona and cleaning and everything good. Bara út. Í fyrra tíndi hún 300 kíló af bláberjum en býst ekki við að ná meira en 100 til 200 í ár. Fyrirhöfnin er samt svipuð. It's not so good, but small belly. And ekki sama last year, you know. Last year mjög gott, ekki núna. Það tekur á að tína stanslaust heilan dag og óvíst að 40 kílóa takmarkið náist. Ég vinna svona allan dag. Ekki gott for í bæk. Bara gómur kona. 30 kíló í dag en fara heim. Lögreglan í Ontario í Kanada fór afar óvenjulega björgunaraðgerð fyrir helgi. 5 milljón býflugur sluppu þegar að kassar fullir af býflugnabúum féllu af vörubíl. Yfirvöld hvöttu íbúa á svæðinu til að hafa glugga og hurðir lokaðar á meðan aðgerðir stóðu yfir. Býflugnabændur víðs vegar að voru kallaðir á vettvang en þeim tókst að fanga býflugurnar sem höfðu leitað skjóls í póstkössum og í trjám. Margir voru stungnir þrátt fyrir að klæðast hlífðarfatnaði. Vörubílstjórinn hlaut verstu útreiðina, hann var stunginn yfir 100 sinnum. Ekki reyndist þó þörf á að leggja hann á sjúkrahús. Annan föstudag verður ár liðið frá andláti Elísabetar II Englandsdrottningar. Drottningin hafði mikið dálæti á korgihundum og átti 30 slíka ævina. Korgihundar í sparifötunum trítluðu grundir Buckingham hallar í dag. We are here today to remember Her Majesty the Queen, who passed away a year ago, to remember her and to remember her corgis. And I can't see of a better way than remember her than through her corgis, through the breed that she loved and cherished for her life. So we're going to do it this year and we're going to do it every year in her memory.
Þá að veðri, suðvestan 5 til 13 metrar á morgun og skúrir víða en bjart austast. Hlýnar heldur í veðri. Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur, fer yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Víkingur gat í dag orðið Íslandsmeistari karla í fótbolta, til þess þurfti þó tvennt að ganga upp. Gylfi Þór Sigurðsson segir draum sinn vera að fá að spila aftur á stórmóti með íslenska landsliðinu. Langar hann á markametinu fyrir Ísland. Loka umferð milliriðla keppninnar á HM í körfubolta var æsi spennandi með óvæntum úrslitum. Svo sjáum við úr enska boltanum, ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Það skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Knattspyrnumaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson segist hafa verið langt niðri á meðan hann var í farbanni í Bretlandi vegna ásakana kynferðisbrot. Hann hafi komist rautt kjöl en hann vill ekkert ræða ásakanirnar. Fyrrverandi bæjarfulltrúi Miðflokksins í Árborg sakar fjárfesti að hafa reynt að múta sér. Núverandi bæjarfulltrúi segir þetta alvarlegt mál sem þurfi að ræða í bæjarstjórn. Forsvarsmenn ýmissa fyrirtækja skoða stöðu sína gagnvart skipafélögunum Eimskipi og Samskipi. Viðskiptaráðherra segist ekki geta tjáð sig samráð félaganna á meðan það sé á borði áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Leikföng fyrir fullorðna njóta sífellt meiri vinsælda og fjórðungur leikfanga í Bandaríkjunum ætlaður fullorðnum. Dúkkur í líki þekktrar kappaksturshetju seljast í bílförmum í Hollandi. Gamalgróin bar af Hótel Sögu í Reykjavík hefur fengið nýtt líf í Vestmannaeyju. Eigendur segja hann smellpassa inn í kúluhúsið, gömlu kjörbúðina í Eyjum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Sagnameistarinn. Heimildamynd þar sem Einar Kárason fer yfir ferilinn og tengingu sína við leiklist, kvikmyndir og lifandi sagnaflutning. Kona fer í stríð. Íslensk kvikmynd í leikstjórn Benedikts Erlingssonar. Kórstjóri á 50-aldri ákveður að bjarga heiminum og segir stóriðju í landinu stríð á hendur. Dansmeyjar. Meinfyndnir danskir gamanþættir 8 ungar konur sem hafa landað draumastarfinu sem dansarar í stærstu revíu Danmerkur. The Master bandarískan sjóliða sem á erfitt með að fóta sig eftir seinni heimsstyrjöldina. Nú eru allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.